Hér höfum við kannast nú allir við þegar við erum að finna hallatölu beinna línu. Og ég hef skrifað þetta svona núna upp eins og ég vil hafa þetta. Og þetta hér er delta x og hér er náttúrulega bara gildið f af x hérna og þetta er bara einhver ákveðin staður f af x y og hérna svona þetta er einhver staður bara á x-ásnum, getur verið hvaða staður sem er. Nú y er f af x, það vitum við. Og nú hallatalan hérna á þessari línu, hún er náttúrulega bara sama sem, hvað? Hún er sama sem delta f af x, ekki satt, deilt með delta x. Sjá, þetta er delta x, þetta er delta f af x. En hvað er delta f af x? Jú, það er f af x pluss delta x hérna, mínus f af x. Þetta er þessi hæð hér, öll sömul, mínus þessi hæð. Þá fæ ég delta f af x. Þetta er sama sem f af x pluss delta x mínus f af x. Og þetta er á einhvern stað y bara kalla ég. Og þá deilum við með delta x. Þetta er hallatala þessara línu. Og nú hef ég farið svolítið flókna leið, finnst mörgum. En ég er að reyna að undirbúa það að við höldum svo áfram og förum í flóknari hluti. En þetta hérna er raun og veru skilgreiningin á því sem við köllum afleiða. Eða hérna þegar við diffrum. Þetta gerum við fallið. Í raun og veru. Við svona látum þetta verða það sem við erum að gera í raun og veru þegar við erum að diffra og það við skulum bara halda áfram og við skulum teikna upp núna bara breyta þess aðeins og breyta þessu úr beinni línu og fallegri línu í svona óþekka hérna óþekkt fall sem haga sér bara eins og þetta dettur í hug sko. Svona einhvern veginn. Bara svona. Svona. Þetta er eitthvað svona fall. Og ef við draugum á svona línu hér, hérna, þetta á að vera beinlína, segjum þetta sé bara beinlína hérna, þá er það svona, segir okkur pínlítið sögu um það hvernig þetta fall hallar, ekki satt. Og nú kemur galdurinn í þessu sem að tengist í að við látum þetta delta x minnka og minnka og minnka. Og ef það minnkar þangað til að það er sagt í stærðfræðinni, eða delta x stefnir á 0. Það verður ekki 0, en það stefnir á 0. Hvað gerist þá? Þá náttúrulega minnkar þetta allt saman og það endar með því að við fáum hérna í einhverjum punkti fáum við hérna bara svona línu og hún er akkúrat segir okkur akkúrat hvernig hallinn á þessu falli sko. Við erum hér í einhvern punkti og þetta er orðið svo lítið hérna. Svona. Þetta er orðið pínulítið. Það fellur saman við sjálfa beygina. Þannig að þetta er bara í þessum punkti, akkúrat í þessum punkti, þá verður þetta sama eins og hallinn. Og ég get tekið einfalt dæmi til að sýna fram á þetta. Það sem
allir sjá að þetta er rétt. Og nú ætlum ég að stróka þetta út. Teikna svona. Og svo tek ég svona, eins og við þekkjum svona parabólu eða fleygboga. Og hann sem var y er jafn saman sem x í öðru. Og hægra megin við núllið hérna, við skulum teikna þetta svona. Hægra megin hérna við núllið, þá er þetta vaxandi. Þá er þetta alltaf meira og meira halli. Og vinstra megin við núllið þá er líka halli hérna í bakvið. Þannig að á einhverjum stað, þar sem að þetta mætist, þessi halli og þessi halli, þurfum einhvern veginn að geta farið tilbaka, það er akkurat hér. Hér er hallin, þannig að það væri 0 hérna, í þessum punkti. Akkurat þegar því að x á sinn akkurat, hann strýkur þetta hérna í punktinum, eða snertir þetta í einum punkti, sko. Hann snertir þessa parabólu í einum punkti og þar er hallatalan jafnt á 0. Og nú skulum við aðeins skoða hvernig við myndum finna hallatölu svona fleygboga allstaðar. Y jafnt á x í öðru. Nú f af x er sama sem x í öðru. F af x pluss delta x. Hvað væri það? Nú er vandi. Við setjum inn fyrir x-ið, setjum við x pluss delta x. Það að segja, það er sama sem x pluss delta x í öðru veldi. Og munum að delta x er alltaf lítil stærð og hún fer minnkandi, sífellt minnkandi og hún stefnir á 0. Nú, hver er þá hallatalan? Við vorum að sjá þetta hérna áðan. Ég kalla þetta f-merki í einhverjum punkti x. Það er sama sem, það er bara sama sem hérna f af x pluss delta x, ekki satt? Svona. Og svo mínus, við ætlum að draga frá hérna f af x. Við mögum eftir þessu. Og svo þarf að deila með auðvitað delta x. Þá erum við komið hallatölu. Ef þetta verið bein lína, þá veitum við alveg hvað var að gerast. Við gerum þetta áðan. En það sem þetta er svona einhvers svona kúrfa eða fall, þá er þetta bara svona og þetta er einhver lína sem við erum að leita að, sem er akkurat í einum punkti. En að því að delta x við erum ekki ennþá búin að láta það stefna á 0, þá er þetta bara mjög nálægt því að vera hallatalan í punktinum x. Og það er ekki komið ennþá að því, sko. En þetta er mjög nálægt því. Og við erum alveg á næsta bæ. En ef við skiptum þessu, skrifum við það nú upp hérna. Nú f af x pluss delta x, það er bara sama sem, þetta verður þá sama sem, strykum við þetta út hér. Þetta verður þá sama sem, já, við erum svona, ég er plássfrekur. Ok. Þetta verður þá sama sem f af x pluss delta x, þetta var x pluss delta x í öðru veldi mínus x í öðru veldi. Þetta er allt saman deilt með delta x. Og þá bara reiknum við þessu.
Fyrirgefðu, þetta er í öðru veldi hérna. Þetta er x pluss tvisvar sinnum x sinnum delta x pluss delta x í öðru veldi mínus x í öðru. Þetta er x í öðru hérna, deilt með delta x. Ég bara margfaldaði þetta bara upp úr stigana hérna. Og svo deili ég hér upp með, svo hérna, þá náttúrulega þetta fellur út hérna, svona, og eftir stendur tvisvar sinnum x, delta x, pluss delta x í öðru, deilt með delta x. Og við sjáum það að þetta delta x við deilum því bara upp hérna. Það tökum út fyrir sviga og styttum. Það styttist hér út. Og þetta verður bara í fyrsta veldi. Og hérna. Eftir stendur 2x pluss delta x. Og 2x pluss delta x. Og þá látum við delta x, það stefnir á 0. Það verður ekki 0, þetta minnkar og minnkar þannig að hættir að skipta nokkru einasta máli, sko. Það sem gerist þá er það að stefnir á 0 svona. Þá stefnir þetta á bara einhverja litla stæði sem skiptir ekki máli. Þannig að þetta stefnir, f-merki á x stefnir á 2x. Stefnir á 2x. Og hérna, þetta er svona grunnurinn að þessum skilgreiningum sem við erum með varðandi afleiður. Og sá sem nær þessu, hann er í sjálfu sér búinn að ná grunnunum undir afleiðurnar. Það er bara að velta þessu svolítið fyrir sér, þessari myndum, og átta sig á því að þetta delta x, það er að stefna á 0, og þá stefnir þetta afleiðan hérna á 2x. Og við segjum að þetta er hallin í punktinum x, y, eða einhverjum ákveðnum punkti bara. Og hérna, þá er þetta gott í bili.